Manstu saman við sátum. Það vínlykt af þér. Ég finn enga lykt. Færður þína framan í þig þegar hún opnar. Ég strýk úr lífinu. Til Ástralíu. Ég ligg í grasinu og horfi á kengúrurnar. Þær stökkva 7 metra í hverju skrefi. Eða Antartíku. Hvað segir ekki Antartíku? Sólin glitrar í snjónum. Það er svo kalt. Að hlandi frís í titlinum á manni. Það eru mörgæsir að. Manstu saman við sátum.
Hvernig skildi vera að ríða kengúru? Manstu? Þú varst ekki svona í nótt. Þú ert fallegri á næturnar en daginn. Ég hef ekkert að gera við drykkjumann inn á heimilið. Ég er hættur, steinhættur. Þetta voru 2 síðustu soparnir. Ég ætla að fara til Ástralíu og Antartíku í staðinn. Það eru kengúrur og mörgæsir þar. Þetta verður í síðasta sinn sem þú verður fyndinn framan í mig út á fylliríð á þér. Að því viðbættu að ég er ekki falleg, hef aldrei verið það. Þess vegna er ég ekki fallegri á næturnar en á daginn. Þú ert búin að sulla nóg. Ef þú vilt ekki hætta, ferðu hérna út. Þú ert komin fram úr klukkan 6 og byrjaðir að staupa þig. Þetta voru ekki nema 2 sopar, eiginlega bara 1,5. Afgangur á sopunum frá í gær. Og í gær var það afgangur frá í fyrradag. Þú ert hættur að þvo þér. Það er ólíkt af þér. Þú ert orðinn afgangur af sjálfum þér. Afgangur af afgangi, sem sé róni. Það var ekki að finna áður í nótt, það væri ólíkt af mér. Það er þetta helvítis verkfall. Dagarnir ætla aldrei að líða. Ég ger ekki annað en að sitja á raskatinn og hugsa hvað ég fari illa með sjálfa mig og allt og alla og hausinn á mér fyllist af skít og drullu. Hvers vegna ferðu ekki á verkfallsvakt? Er ekki nóg fyrir þig að hafa eina verkfallsetti á heimilinu? Hvers vegna sendir þá ekki hinn son þinn líka á verkfallsvakt? Hann er í skóla. Hann er í háskólinn, kemst aldrei á lappir á mótnana. Hann er kannski í einkaverkfalli með eigin verkfallsvakt yfir sjálfum sér. Drekktu. Drekktu þig í hel. Fyrirgefðu. Ég vil hætta, þú veist það. Ég hætti leið og við fórum að vera saman. Þú bjargaðir mér. Ég verið að drukkna í mínum eigin skít og vonleysi.
Ég hataði lífið svo innilega að mig langaði til að drepa það. Ég missti báða foreldra mína þegar ég var 14 ára. Báða í einu, svona. Þau voru keyrð í klessu. Blóðið úr þeim sprautaðist yfir andlitið á mér. Það flæddi upp í mig. Ég hrekk öskrandi upp á næturnar enn þann dag í dag og finnst kjafturinn á mér vera að fyllast af blóði. Það kom ekkert fallegt fyrir mig fyrr en ég hitti þig. Ég veit þú ólst upp hjá vandalausum. Ég veit þú áttir ógúlega bágt. Þú særir mig. Ég hef heyrt þetta allt áður, einum of oft. Jú, þú ert falleg. Þú veist það bara ekki sjálf. Og þú ert fallegust þegar þú reiðist. Þá finn ég best hvað þú ert stór í þér. Þá er eins og þú yngist mörg ár. Þú þarft ekki að minna mig á að ég er 10 árum eldri en þú. Ég veit það. Mér hefur aldrei fundist þú degi eldri en ég. Myndirðu sjá eftir mér ef ég færi? Myndirðu sakna mín? Ég var ein áður en ég kynntist hér. Ég get verið það aftur. Myndirðu sakna mín? Hættu þessu klifi. Ég hefði aldrei trúað að konu eins og þér geti þótt vænt skíthæla eins og mig. Ertu skíthæll? Stundum finnst mér það. Á ég að vorkenna þér fyrir það? Þú ert ekki svona hörð. Þú vilt vera það, en þú ert það ekki. Ég ætla ekki að hjálpa þér til að vorkenna sjálfum þér. Ég vil mann sem getur staðið á eigin fótum við hliðina á mér. Karlmann, ekki væluskjóðu. Sjá þessar hendur. Ég hef séð þær. Horfðu samt á þær. Virtu þær vandlega fyrir þér. Ég hef lamið menn í klessum með þeim. Ég get tekið þig upp á afturlöppunum og slegið þér við með þeim. Og þegar ég tuklaði með þeim, engistu sundur og saman af grettu. Þess vegna skaltu ekki segja að sé engin karlmennska í mér. Þú færð ekki að tala svona við mig. Það fær enginn að tala svona við mig. Stilur það? Ertu að hugsa að slá mér við? Og hann leiddi mig út úr húsinu og sýndi mér stjörnurnar. Og hann sagði við mig, stjörnurnar eru boðberar til mannanna, en vegna ílsku þeirra frusu þær upp á festingunni. Og þú, litla stúlka, átt að bræða þær niður með hjartaði. Fyrirgefðu. Húsasmíðameistarinn sem ég sagði þér frá vill fá mig í vinnu. Hann vill gera við mig samning. Hvers vegna sagður mér þetta ekki fyrr? Ég ætlaði að koma þér á óvart. Þá kom þetta helvítis verkfall og eyðilega allt. Þetta gleður mig. Óskaplega mikið. Þín vegna. Ég var djöfulinn samum allt þangað til ég kynntist þér. Nú ætla ég að verða maður með mönnum, smiður. Ég byggi hús fyrir mig og þig og Öldu. Við höfum hana hjá okkur. Hún skal aldrei fara inn eftir aftur. Hann leiddi mig undir stjörnurnar og hann sýndi mér þær allar og lét enga verða út undan. Og hann var pabbi minn. Þegar ég horfi á þig á daginn, trúi ég ekki og eigir til neitt af því sem þú sýnir á næturna. Það er allir öðruvís á daginn en næturna. Djúpan naturæðu gátum. Hamslaus, óþefjandi, eins og hver dráttur fyrir svo síðasti. Ég vil ekki á tali svona. Guðni fer að koma. Hún gleitir þig leið og ég snerti þig. Ég vil ekki á tali svona í návist Öldu. Hún heyrir ekkert, sér ekkert heldur. Ég geti lagt þig hérna á gólfið og tekið þig þess vegna.
Góðan dag. Góðan daginn. Ætlarðu að reyna að koma þér á lappir, drengur? Hvað er elskan? Hefur enga list? Ég gaf henni að borða. Hvers vegna? Hvers vegna hvað? Hvers vegna gafst hún að borða? Ég bara gerði það. Það er ekki sama hvernig hún er mötuð. Það má ekkert út að bera, þá hættir hún að borða. Ég vissi það ekki. Fyrirgefðu. Þegar ég byrjaði að hugsa um hann í fyrra vor, var hún ekkert nema skinn og bein. Lára var að gefast upp og ætlaði að fara að láta hann inn eftir aftur. Ég sat yfir henni heilu dagana bara til að koma ofan í hann og ögna rjóma. Örfáum kjötbitum. Ég vil ekki þurfa að byrja því öll upp á nýtt. Þess vegna vil ég helst að ég verði láta neinum að mata hana. Auðvitað. Sjálfsagt mál. Þetta var bara hugd þetta. Ég skil. Ætlarðu að fara út að ganga með hana? Já. Hún tekur ekkert eftir hvar hún er. Þú getur alveg eins básirað hérna stofugólfi með hana. Ég hef aldrei orðið var við að hún tæki eftir neinu eða neinum í kringu sig, nema þegar hún fær kast. Í fyrrasumar, þá fórum við hérna bil daglega í Hljómskálagarðinn. Einn daginn misti lítill drengur húfuna sína rétt fyrir fram að fæturna á henni. Hann var svo feiminn að hann þorði ekki að taka húfuna. Stóð bara blóðröður og niðurlútur með hendur fyrir aftan bak. Og allt í einu brosti hún. Hún brosti og andartak var eins og hún sæi allt í kringum sig. Hún dró djúpt andan eins og hún væri að anda sig gróðurilminum. Og hvað svo? Það kom ekki þessu líkt fyrir aftur. Svo var sumarið liðið. Ætli hafi verið eitthvað var í þessar myndir sem hún var að mála? Ég veit ekki. Og pabbi hennar eyðilagði líka sína myndir. Mér skilst það. Hann hefur verið geðveikur. Hún reif sínar myndir þegar hún var geðveik. Hann hefur líka verið geðveikur. Honum hefur kannski fundist það nógu góðar. Samir mér. Ég hef ekki vit á málverkum. Ég hef ekki vit á neinum. Ég gef skít fyrir dauða málara og eyðilagðar myndir. Góðan dag. Góðan daginn. Hvað er klukkan? Rúmlega 8. Hvað þýðir rúmlega 8? Er hún 5 mínútur yfir 8, hálfa mínútu eða kannski 15 mínútur yfir?
Ég þarf að fá að vita það nákvæmlega. Góðan dag, góðan daginn. Ég gleymdi að setja mig úrið. Hún er 11 mínútur, 15,5 sekundu yfir 8. Greenwich. Ég var ekki að tala við þig. Ó, fyrirgefðu, tek það tilbaka. Ég tala ekki við þig. Þú getur eins verið í Kína. Nei, ekki Kína. Ástralíu. Ég virði þig ekki viðlit. Þú ert ekki annað en kjötflykki, frampartur og læri, vöðvaríflex, amaba í andlegum skilningi, einfrumungur í hormónapúkki móður mína. Ég þyrfti ekki annað en blása á þig og þú yltir koll. Við skulum koma og þvo okkur saman. Ég fyrst, ég er orðinn of seinn. Það er til land. Það er hvítt fjall. Undarlegir lækir líða niður hlíðarnar á þessu hvíta fjalli. Þeir eru búnir til úr sannleika og fjallið er líka búið til úr sannleika og það er yndislegt fjall. Það stendur fugl hjá sannleiksfjallin á mjóum fótum og syngur. Það er hvítur sannleiksfugl og löngu eftir hann er floginn burt og ekkert heyrist lengur heldur tónninn áfram að hljóma í þögninni. Þannig er lífið í landinu þar sem sannleiksfuglinn syngur. Ég hef heyrt þetta áður þegar ég var lítill. Hún var alltaf að segja svona ævintýri. Nei, þetta var ljóð, hreint ljóð. Tandur hreint, nýkomið úr baði. Ég verð að skrifa þetta niður. Ég ætla ná í blýant og blað. Mundu það með mér. Ég hef búin að skrifa það. Hún hefur sagt það áður nákvæmlega eins. Skrifaðir þú það niður? Til hvers? Til þess að eiga það. Þú átt ekkert með að skrifa það niður sem hún segir og eiga það fyrir þig. Það geti fundist hjá þér eftir að þú ert dáinn og þá héldu menn að væri til þig. Er ég dauðvona? Gamalt fólk deyr. Ég hélt þú vissist það. Allt sem ég hef skrifað eftir henni er í sérstakri bók sem er merkt henni. Ég krefst þess að fá að sjá hana. Við setjum lögregluna í málið. Sherlock Holmes, Interpol. Haltu kjafti. Ég sé það sem hún segir, hennar skáldskap. Ég stóð henni næst. Við erum tvíburasáli, við erum eins, öll eins. Hún, ég og pabbi. Tvíburasáli sem segir. Ég vil fá bókina. Reynir þið með hana? Reynir? Hvað er hann að gera með hana? Þú átt ekki einkarétt á systur þinni. Þú elskar hann á 2 mæður, þið elskið hann báðar. Þú degrar við hann. Lést hann fá besta herbergið uppi hjá þér, svo honum liði nógu vel. Hér stóð þetta boða á undan honum. Til þess hún losnaði við mig, já. Þú freistaði mig með góðu herbergi, svo hún fengi að gotta sér í friði með þessu þarna. En ég læt ekki bóla mér burt, ég verð þar sem Alda er. Þú verður ekki þar sem Alda er. Það verður enginn þar sem hún er. Hún er ein þar sem hún er. Haltu kjafti. Góðan daginn. Góðan dag. Næsti vakt kemur eftir 10 mínútur. Passaði að missa ekki á honum. Ég er að hugsa að fara að yrkja líka. Þegar ég sitt svona daginn út og daginn inn og ger ekki neitt, er mjög stutt í að ég fara að yrkja. Ég er alveg að verða skáld á því að gera ekki neitt. Það verður orðin 2 skáld á heimilinu. Eigum við ekki bara að fara að yrkja líka, Reynir? Endilega. Þú þarft ekki að vera bundin yfir henni. Gunnar verður heima. Verður ekki heima? Ég hef ekkert annað að gera. Það er alveg óþarfi. Við förum í spássitúr. Við sáum svo fallega kápu í gær sem okkur langar að kíkja á nánar. Kápu? Þú þarf að kíkja á kápu? Aðeins.
Þú lætur það eiga sig. Hvers vegna leifur henni ekki að gefa henni kápu fyrst um illa? Þetta getur ekki gengið, Guðný. Þú ert alltaf að kaupa eitthvað á hana. Þú bauðst til að sjá hana og ég þáði það. Fyrir borgun. Smám saman tókst þér að koma þér svo fyrir að ég fékk ekki að borga þér. Og þú lést Reyni hafa herbergi hjá þér fyrir ekki neitt. Hann borgar fyrir sig. Það er ekki neitt. Þar á ofan er leigan fyrir íbúðuna svo lág að ég skammast mín í hvert sinn sem ég borgaði þér hana. Vertu fegin, ekki veitir að. Kaupa það? Sérðu þetta? Tannburstan? Já, tannburstan. Þetta er tannbursti. Það er grænsápa í honum. Grænsápa? Notaðu glyrnurnar. Þess vegna er grænsápa í honum. Það er grænsápa í honum af því að dólgurðinn, eða hvað á að kalla þetta gerpi, stakk honum á kafón í grænsápudallinum, leið honum fór að fá sér brennivinn í nótt. Er í lagi þín vegna við fáum að nota baði núna? Notaðu baði, það er ekki grænsápa í burstanum hennar. Settur þú tannburstan hans í grænsápudallið? Hann gerði það. Hann situr að gera mér illt. Þegar hann sé ljós hjá mér á næturnar, veit hann að ég er að skrifa og fer að göltra á baðinu til þess að trufla mig. Já, hann er meira að skrúað úr öryggi til þess að eyðileggja fyrir mér. Þau sprungu. Hann situr líka að sparka skónum mínum niður stigana. Stakkstu tannburstanum hans í grænsápudallinn? Nei. Aftur á móti sparkaði ég einu sinni skónum hans niður stigann. En það er langt síðan. Trúðu honum, auðvitað. Þú verður á móti mér og Öldu frá þegar við fættumst. Haltu henni fyrir utan þetta. Það er aldrei hægt að vita hverju á að trúa þegar þú ert annars vegar. Þú hefur aldrei gert greinarmun á ímyndun og veruleika. Því miður. Ekki frekar en pabbi þinn. Hversna bætur því ekki við? Það var það sem þú áttir við. Ég hlust ekki á þetta þaður og þú ferð í skólan og það á stundinni. Ég fer ekki neitt helvíti skóla! Það fara nú að verða áhöldum hver er geðveikur hérna á heimilinu. Ég var í skapi næst að stinga þessu upp í kjaftinn á þér, tróða grænsábrónu í kok á þér, fylla helvíti spelgin á þeirra grænsábu. Ég vildi óska að þú reyndir. Þú skalt ekki halda á... Það var á miðnætti, tíma morða og nauðgana, þegar allt illþýði jarðarinnar safna saman í andakt og bænum að fólska ríkjum eilíð og aldir alda. Miðnætti, þegar augu hinnar sakbitnum springa út úr tóftunum og þeytast öskrandi út í himingeiminn, þegar lygin tekur andköf í svita og skelfingu, þegar smáskáldið úthellir hjarta sínu og tárast yfir eigin snilli. Þá, einmitt þá, Stattu með þeim, vertu í einfrungafélaginu. Hvað átti þessi undarlega ræða að þýða? ekkert sérstakt. Þú ert sá sem hún elskar og hælir sjálfur sér í gegnum, svo áræðanlegur og vöðvalur, svo mikill verkfallsvörður, svo myndalegur eins og hún, svo alveg eins og hún, ónæmið uppmálað, skrápur út í gegn. Þá! Einmitt þá! Þegar skýin flengdust hvolfin, tunglið glotti hvað viðurstyggilegast, þá, einmitt þá, réðst auðstéttar skrýtlina á verkfallsverðina, með rottuheilana þrungna af hatri og kjaftana fulla af nagdýrstönnum, þá, einmitt þá! Ónæmið stykkildi! Djöfull var þetta gott hjá þér. Svona á að taka hann. Ertu að fara á verkfallsvakt? Já. Heldur þú vildir ekki teygja þessi ver með Gunnari áður en þú ferð? Sjálfsagt. Bless. Bless. Sjáumst í kvöld. Þeir segja að verkfallið fara að leysast. Hvaða þeir? Blöðin. Hefur að lent í einhverjum habít. Já. Hvenær? Í gær. Hvernig fór? Vel. Hvernig vel? Ég rotaði heimdelling. Þú segir ekki. Rotaður hann bara.
ekki best að ljúka við að teygja þetta? Ég vissi bara ekki og ætti svona mælsku til. Svona á að taka hann. Það er slíta verið, Drengur. Hvern andskotan á þetta að þýða? Þú skalt ekkert vera að dilla rófunni framan í mig. Andskotin í heitasta helvíti. Djöfulsins. Svona, elskan. Bíddu nú hérna meðan ég skrepp upp og klæði mig. Svo förum við og kaupum kápuna og þú verður glæsilegasta stúlkan í bænum. Ég sá einu sinni strá. Það kom hlé í vindinn. Allt hætti að anda og varð kyrrt. Ofurkyrrt. Þá titraði stráið. Ég sá einu sinni strá. Það kom hlé í vindinn. Allt hætti að anda og varð kyrrt, ofurkyrrt. Þá titraði stráið. Það er til hús. Það skín stjarna yfir því. Þetta er undarlegt hús. Og ekki búið til úr neinu nema þögn. Komdu inn, litla stúlka, segir þagnarhúsið. Og stjarnan skín yfir því og fuglinn syngur inn í því og stráið titrar. Og pabbi leiði mig þangað og við tökum á okkur skóna. Því jörðin sem við stöndum á er heilög.
Þú manst að vera hugbrú, elsku litla stúlka, ef illa fer. Þá komu sálarmorðingjar til að hlæja mér og gera mér illt og myrði mér sálina. Sálarmorðingjarnir! Ég villtist inn í skó. Ílsku skóurinn var fullur af hlátri og niðurspikkilegum trjám og oddgóðsum greinum til að særa mig. Þeir eltu mig uppi og söfnuðust að mér og nístu mig með eitruðum orðum. Sálarmorðingjarnir! Næturljóðið hérna. Síðasta atómsprengjan. Hérna, svo kemur óp í myrkri. Og skóhljóð óttans hérna. Nei, hvernig væri svona? Þetta gott. Auðvitað þurfti þú endilega að koma. Ég ætla að fá mér að drekka þér í sama. Atómsprengjan í sál minni. Látt þetta vera. Átti ég að setjast á það? Hún í kasti. Hún söng hálfa nóttina. Ég lá í myrkrinu og hlustaði á hana að syngja. Það var svo einkennilegt. Það var eins og röddin kæmi ekki frá henni sjálfri. Eins og hún kæmi langt að, úr fjarska. Og hún var eiginlega ekki mannsrödd heldur tónn. Og mér fannst að koma alls staðar að. Eins og hann væri í öllu. Eins og hann væri ljóð, ómengað af orðum og hugsunum, tært. Stundum ímynda ég mér svo sterkt að hann verði heilbrigð. að mér finnst hún vera orðin það. Ég geti gengið til hennar, tekið utan um hana og við tölum saman eins og í gamla daga. Og hún segir mér allt sem hún hugsar og dreymir og við hlæjum saman. Hún hló svo fallega, ekki oft en fallega. Manstu hvað hún hló fallega? Já. Ég vissi að hún myndi veikjast aftur. Hvernig vissirðu það? Þegar hún kom heim aftur og var batnað, grét hún á næturnar. Það var eins og hún væri alein og yfirgefin í heiminum og myndi aldrei láta huggast. Þú heyrðir hann aldrei gráta. Jú, ég heyrði hann að gráta. Ekki eins og ég. Hún sýndi engum nema mér dýpsta sársauka sinn. Sársaukan
sem verður til af einhverju sérstakri ástæðu en er þó dýpstur alls sársauka. Sársaukinn yfir því að vera til. Ég fór með ljóð og ævintýri eftir hana til útgefanda. Þau verða gefin út. Við verum saman í bók, fyrstu bókinni minni. Skiptum til helminga. Hefurðu getað hugsað þér að vera í bók með mér? 50-50. Þú yrkir ekki. Hefurðu getað hugsað þér það ef ég hefði ort? Ef þú hefur ort eins og hún. Heldur að hún hefði viljað vera í bók með mér? Ef þú hefur ort eins og ég. Ég álít að hvert skáld eigi að vera sérstakt og engu öðru líkt. Ég álít að það eigi að vera sérstakt í sérstakri bók. Og ef skáldskapur þess líkist öðrum skáldskap, sé það þeim mun minna skáld. Síðan hvenær varst þú véfrétt skáldskap? Ég las þetta einhvers staðar í blaðagrein. Það hlaut að vera. Það stóð í þessari grein að atómskáldin ortu eins og það veri sífelldur lífsháski að vera til, en einu skáldin sem væri í raunverulegu lífsháska væri Steinn Steinar og 1 eða 2 önnur skáld. Hinn hefðu komið sér upp lífsháska og tómhyggju og ortu eins og þið væri öllum útungað í sama hænsnahúsinu. Gaggið væri alltaf það sama. Atómsprengjan. Í rauninni væri þessi skáld eins konar örverpi. Atómsprengju örverpi. Hvaða helvítis fífl skrifaði þessa grein? Jón Jónsson, Jónsgötu 5, Jónsbæ, í Jónslandi, Jónsálfu, Jónsheimi. Atómsprengjan framlengir sjálfa sig í svona mönnum eins og þér og Gunnari. Ónæmis stikkildum og einfrumungum. Þú hefur aldrei fundið til. Blá, grítis, hnullungur, ísklumpur, freðmýri, allt í senn. Ég finn til. Ég finn til yfir að vera til. Ég er viðkvæmur. Þessi ljóð eru full af tilfinningu, sársauka hvert einasta. Litlu skáldin lögð af stað með ljóðin fínu smá. Út í heim þau ætluðu að yrkjum blómin blá. Þá kom atómsprengjan svört svo ósköp ljót í framan. Sprengja vildi skáldin smá og ekki var það gaman. Þú skalt ekki halda að Ég tala ekki við þig framar, aldrei! Mín er ánægjan. Eyfirðingafélagið heldur spilakvöld í skátaheimilinu. Kaffisala, Eyfirðingafélagið. Verkakvennafélagið Framsókn. Fundur í kvöld klukkan 8:30 í Iðnó uppi. Til hvers þetta kveikja á útvarpinu? Danska félagið Mér finnst og tilkynningar Danska skemmtilegar. íslenska félagið halda skemmti. Þú skal ekki halda þetta ekkert að trufla mig. Í kvöld. Kvikmyndasýning frá Afríku og Grænlandi. Að lokum verður stiginn dans. Slökkt á því. Truflar þetta þig? Slökkt á helvítis tækinu. Tríó Ólafs Gauks. Á morgun klukkan 3 til 5 jam session, allir bestu jazzleikarar bæjar. Vetrargarðurinn. Hafnarbíó, úrvalsmyndin Læknirinn hennar, rífandi amerísk mölvað á helvítis þykkindu föstum á þér. Já, hvernig væri það? Er Guðný betri? Læknirinn sagði þetta að vera flensa, hún á bara að liggja. Aldar í kasti. Hvenær byrjaði það? Rétt eftir hádegið.
Verður þú heima? Hvernig spyrðu? Það er föstudagskvöld. Jussukvöld. Hann fer í vetrargarðinn og næsir í Jussu til að jussast á. Hann komst upp að bragði þegar hann var á sjónum. Jussa í hverri höfn. Ég þarf að taka 2-falda vakt á að vera mætt aftur eftir hálftíma. Það verður að vera tryggt að einhver sé heima. Ég verð heima. Ég keypti bjúgu. Þið getið sjálfur settu yfir. Kindabjúgu. Hrossabjúgu. Ég ét ekki hesta. Mér finnst það ógeðslegt. Þú hefur haft list á hrossabjúgum fram að þessu. Hann er hræddur að éta skáldfókinn Pegasus í ógáti. Haltu kjafti. Veistu hvert Gunnar fór? Ég fylgist ekki með hvert hann fer. Hann fór á fund. Það er aðalfundur í Einfirnungafélaginu. Ég var að blaða í gamlum myndaalbúmum í gærkvöldi. Þú ert ótrúlega líkur mér, eins og ég var á þínum aldri. Það fyrsta sem ég man eftir var þegar Hörður og Alda töluðu saman um hvað ég væri grófur og ónæmur og líkur þér og hvað þau væru gáfuð og lík pappa. Pappiðinn var gáfaður. Stundum var eins og hann væri ekki einu sinni manneskja, bara gáfur. Þú ert líkur mér og mínu fólki. Finnst þér það verra? Mér er sama hverjum ég líkist, svo lengi sem ég líkist sjálfum mér mest. Þegar þú varst lítill sagðist alltaf verða skipstjóri. Þú ætlaðir að sigla með mér á stóru skipi og sýna mér útlandið. Þegar ég spurði þig hvar útlandið væri, sagðirðu, það er bak við bláa fjallið. Þú varst strax svo sjómannslegur, svo þrekmikill og harður af þér. Nei, ekki strax. Hvað áttu við? Ég varð ekki strax harður af mér. Ég man það hins vegar upp á dag þegar ég var það. Jæja. Það var þegar ég barði grenjandi á útidyrnar og þú tókst í aðslöndin á mér og sneri mér við á þröskuldnum og lést mig út fyrir dyrnar og læstir. Það stóð stór strákur við hliðið, nærri helmingi stærri en ég og þú sagði við mig, farðu og berð hann aftur. Ég man ekkert eftir þessu. Þegar hann var orðinn leiður á að sitja ofan á mér og berja mig, dró hann rakvélablað upp úr vasanum, tók utan að því í rólegheitunum og skar mig í vörina. Aldrei sagt mér þetta áður. Ég skildi ekkert í hvernig þú hafði fengið hennan skurð á vörina. Þú fékkst ekki til að segja það. Ég var allt í einu orðinn svo harður af mér. Það hljóp illt í sárið. Öri sést enn. Já. Ég hafði engan tíma fyrir klögumál. Ég varð að vinna fyrir ykkur. Ég saumaði frá morgni til kvölds. Stundum á næturnar líka. Hvað heldur að Alda hefði gert ef þú hefði snúið henni við á þröskuldnum og sett hann út fyrir dyrnar? Eða Hörður? Þau voru allt öðruvís en þú. Ég vissi að þú myndir spjara þig. Hvernig gastu vita það? Ég var ekki nema 7 ára. Ég gerði þetta til þess að herða þig. Til þess að þú lærðir að láta engan vaða yfir þig. Og það tókst. Við látum hvorugt vaða yfir okkur. Það var alltaf ástæða til að ásaka mig fyrir að ala það upp í þér. Ég vildi bara vita hversuna þú gerði það við mig sem þú hefur ekki gert við þau. Ég fæ nóg af ásökunum frá bróður þínum. Ég vil ekki fá þær frá þér líka. Það er eins og þú sért komin miklu lengra burtu frá mér en upp á næstu hæð. Ég þarf að fara út í búð fyrir Guðnýju. Þá skaltu flýta þér. Klukkuna vantar 5 mínútur í 6.
Reynir. Mér þykir vænt þig. Ekki gleyma því. Tré, mörg tré, vond tré, vætt eitri, skógur, fullur af hlátri, dauða, mannsálir í greinum, hangandi, dinglandi, myrtar, sundur nýstar, hjörtu og nýru og lifur og lungu. Nýru, lifur, lungu, hjörtu, lifur, lungu, hjörtu, nýru, lifur, tré. Lískuskógur. Útvarpsskákinn, annað borð. Reykvíkingar léku síðast, biskup Einar 8 til Finnur 7. Fertugasti leikur Akureyringa er Gunnar 3, drepur Finn 4. Gunnar 3, drepur Finn 4. Skipafréttir. Hekla fer frá Reykjavík klukkan 20 í kvöld vestur land í hringferð. Esja var á Raufarhöfn klukkan 9 í morgun á vesturleið. Herðubreið var væntanleg til Vopnafjarðar klukkan 10 í morgun á norðurleið. Skjaldbreið væntanleg til Ísafjarðar klukkan 16 í dag á söðurleið. Þyrill kom til Siglufjarðar klukkan 7:30 í morgun. Skaftfellingur fer frá Reykjavík annað kvöld. Norræna félagið í Reykjavík heldur nú uppi öflugri starfsemi. Það hefur skemmtifund í Þjóðleikhúskjallaranum. Þar munu ýmsir kunnir listamenn koma fram og lesa upp úr norrænum verkum og syngja lög eftir. Hvar varstu? Þú varst að kaupa brennivín. Ég sé það á þér. Þú ert flóttalegur. Ég hefði gert það ef ég hefði átt peninga. Það ekkert nema leiðindi hérna hvort eð en ég á enga peninga svo ég gat ekki keypt það. Að hverju ertu að leita? Blaði. Hvað var á þessu blaði? Ljóð. Hvernig væri að gá í ruslafötuna? Það á það heima. Amöbur. Sáðarmorðingi!
snertir mig! Sálamorðingjana! Og þetta er ekki lúmsjartað! Þetta er myrða bjartvíti, já! Samt en í helvíti feilskrúkurinn þinn! Hvað? Hvað djöfulinn er þetta að gera, dreng anskoti? Er þér illt? Hvar varstu? Hjá meistaranum. Ég var að skrifa undir samning. Þú lýgur að mér. Ég finn það. Einhver staðar lýgurðu. Ég veit ekki hverju. Ég finn það á hvernig þú snertir mig. Þú ert ein lygi upp úr og niður úr. Samningurinn. Hún hatar þig. Hún er veik. Hún ræðst af þig. Bara þig, aldrei neitt annan. Geðveikt fólk snýst gegn þeim sem þið þykir vænst um. Læknalýgi, klísja. Þeir ljúga þess í því að þetta er það sem hún vilt heyra. Ljúð ekki þínu eigin hatri á mér upp á hana. Hún hataði engan. Kunni það ekki einu sinni. Henni þótti vænst mig af öllum. Hún sagði mér allt sem hún hugsaði. Hún hataði þig. Þótti þér vænt um hana? Þú þarft ekki að spyrja, þú veist það. Þykir þér enn vænt um hana? Hvern andskotan ert að spyrja til hvers? Hvað heimsóttur þarna oft inn eftir? Það kemur ekkert málinu við. Þú fórst tvisvar. Tvisvar á 3 árum. Ég þoldi ekki að sjá hana svona. Innan gamlar og gráar kettlingar, ógeðslegar og tannlausar, æpandi og tuldrandi. Ég gat það ekki. Ég grét alla leiðina heim, ég kúaðist. Þú gast farið til hennar á hverjum degi af því að þú ert svo ónæm. Pabbi þinn var svona næmur líka. Ef hann væri á lífi, hefði hann farið tvisvar að heimsækja hana, af því hann elskaði hana mest af börnunum sínum. Nei, ekki nema einu sinni, af því hann var enn næmari en þú. Þú svífirðir minningans, treður henni í skítinn, leggst undir mann sem hefur ekkert nema þreifiskinn. Lætur hann skríða upp á þig. Ég hef heyrt í þér frigðarstönunar á næturnar, séð fyrir mér hvernig þið hangið saman á kjöftunum, samrunnin í slepju hvors annars, í amöpu faðmlagi, fálmandi hvort á öðru eins og risavaxin skolti saman klístruð. Ég hef séð þig fyrir mér veltast í rúminni í skínlausum losta, út bíuð í brundinum úr honum. Út! Út úr þessu húsi! Þú verður ekki hérna á stundinni lengur! Ég fer ekki, ég verð hér hjá Öldu. Ef hún verður heilbrigð ætla ég að koma í veg fyrir að þú gerir hana geðveik aftur. Litli skíthæll. Komdu hingað. Taktu utan um mig. Leyf mér finna að ég sé þér einhvers virði. Að ég sé ekki ein. Ég er að gefast upp. Auðvitað gefst ekki upp. Við stöndum saman, við tvö. Og ég hef komin á samning. Loksins hef ég eitthvað til að keppa að. Við gefumst aldrei upp. Það er vínlegt af þér. Það er ekkert. Meistarinn gaf mér í glas þegar við vorum búnir að undirrita. Það verður ekki meira. Engin hætt á því. Ég skil. Ég var
að segja að það yrði ekki neitt meira. Þetta var ekki nema eitt glas. Andskotin í heitasta helvíti. Djöfulsins. Hún er að yngja sig upp í gegnum mig. Hann er svo hver dráttur sé sá síðasti sem hún fær í lífinu. Svo gröð að maður verður að þvo sér hátt og látt þegar maður er búinn. En hún er orðin kettling. Skvap á henni. Fitan saman, kipruð á lærunum á henni. Hún dúar öll undir manni. Mér er hægt að standa til hennar. Ég fer til Ástralíu. Núna, strax. Eða Antartíku. Hvers vegna ekki Antartíku? Mörgæsirnar koma í halarófu og taka á móti mér. Hver með sinn stein í nefinu. Snjórinn glitrar í sólskininu eins og breiða af demöntum. Og þær leggja steinana við fæturna á mér sem táknum undirgefni. Steinar eru það dýrmætasta í Mörgæsalandi. Mörgæsagull. Þær standa hann allar, hver sem ein, í heiðursfylkingu. Með hvít brjóst og svarta vængi í kjólfötum. Og svo giftist ég þeirri yngstu og fallegustu, Mörgæsamadónunni. Og er Mörgæsakóngur. Við ökum í ísvagni sem kengúrur eru spenntar fyrir. Við verðum hamingjusöm til æviloka og eignumst mörgæsir með mannshausa. Viðbjóðslegt. Manstu saman við sátum. Ástralían mín. Antarktíkan mín.
gleymdir að bjóða mér góðan daginn í morgun. Þú hefur ekki boðið mér góðan daginn í 3 mánuði pluss 1 vika, það eru 97 dagar. Nú skalt þú bjóða mér góðan daginn einu sinni fyrir hver dag, 97 sinnum. Á hnjánum. Oj bara, þvílík skítalykt. Eins og eitthvað sem rotnaður innan, sjálfdauður í sjálfum sér. Sambandar... Bjóddu mér góðan daginn! Algjörðu helvítis skáldi þitt. Ég slít skotans kvemmans hausinn af þér. Ég sný undan þér þetta sem ekkert er. Litla vesaldarteipi sem getur ekkert nema mýi kvæðum sem enginn nennir að lesa. Klórar, eins og kvemmaður. Á ég kannski að kyssa þig, er það kannski það sem þú vilt? Djöfulsins kvikindi þitt, ég segi mamma þetta, hún lætur reynir lemja þig, hann drepur þig! Út, eða ég slít undan þér! Fljótur! Það stendur fugl hjá sannleiksfjallinn á mjóum fótum og syngur. Það hvítur sannleiksfugl. Og löngu eftir hann þagnaður og ekkert heyrist lengur, heldur tónninn áfram að hljóma í þögninni. Þannig lífið í landinu þar sem sannleiksfuglinn syngur. Þú ert fallegri en Ástralía. Fegurri en Antarktíka. Þú ert Madonnan sjálf. Og hann var pabbi minn. Ég fæ orðið martröð á hverri nóttu. Það eldist ekki af mér eins og læknarnir sögðu. Það versnar. Ég heyri ískrið í bremsunum. Mamma æpir og blóðið sturtast yfir mig. Á hverri nóttu. Í nótt var eins og væri hjakkað í mig með hníf. Mamma æpti og
Kjafturinn á mér fylltist af blóði. Stundum þori ég ekki að sofna. Vaki bara og langar í brennivín. Viðbjóðslegt. Viðbjóðslegt. Lífið er viðbjóðslegt. Það ætti að skera það á háls. Kála því. Sól. Sólin. Hann sagði, þú litla stúlka. Og hann leiddi mig burt svo enginn heyrði til okkar og sagði mér frá landinu. Í þessu landi hafði verið logið mikið og svikið mikið og hatað. Þar fannst ekki lengur dagur blíðu og dagur gleði og dagur sannleika. Ekki heldur dagur vonar. Og mennirnir höfðu verið hættulegir hver öðrum langa hríð. Allt í kringum þá voru sprottnir viðurstyggilegir skógar sem engin leið var að rata Loks varð sólinni nóg boðið. Hún neitaði að koma upp og skína á þetta fólk. Þá var dagurinn líka nótt. Svo svarta nótt hafði enginn séð og enginn heyrt Þögnin varð svo mikil
að þegar lítil stúlka hvíslaði ofur lágt í eyrað á pabba sínum, dagurinn er dáinn, heyrðist það allt landið. Sorgin var svo djúp að enginn gat grátið. Á samri stund flaug hvítur fugl eins og örskot upp á himininn og söng. Enginn hafði trúað og enginn hafði vitað að slíkur fugl væri til. Þegar sólin heyrði hann syngja, langaði hann aftur til að skína og hún renndi sér upp á himininn til hans og allir í landinu hrópuðu góðan dag, góðan dag. Og sólin hélt áfram að skína á landið. Þar spruttu laukar og göluðu gaukar og allir voru góðir hver við annan. Vondu skógarnir visnuðu og löngu eftir að fuglinn var farinn hélt tónninn áfram að hljóma í fólkinu, því hann var sannleiks fugl. Ég er búinn á Doddunni. Það er málning framan í þér. Hvað? Veistu hvað er mesta hamingjustund sem ég hef lifað í þessu húsi? Nei. Þegar þú komst til mín í fyrra. Þú hefði lent í áflóðum í vetrargarðinum og verið settur inn. Ég fór út í bakari til að kaupa eitthvað handa þér. Þegar ég kom aftur, sast og hlustaður á kveinstafi Jeremí eftir Palestrína og hefði sett plötuna sjálfur á fóninn. Ég hef aldrei vitað neitt ólíklegra og undarlegra. Heldur hann að sjá þið sitja þarna niðursokkinni að hlusta á þetta eldgamla hákirkjulega verk. Allur bólginn, rifinn og tættur á með glóðarauga. Og ég fylltist hamingju. Ég sett hann á að því ég vissi það þá færi ég að þykja vænt um mig. Ertu að segja satt? Ég fer eins að við þig og mömmu. Læst vera það sem ég er ekki, svo þið verðið ánægðar.
varst að hlusta eða varstu ekki að hlusta? Ég hlusta á allt sem þú átt, les allt sem þú átt, heyri allt sem þú segir. Ég var að hlusta. Ég veit ekki betur. Held ég. Jú, ætli það ekki. Nú veit ég ekki lengur hvor ég á að trúa. Þarna sérðu. Ég ruglaði smá í rýminu og þú trúir ekki einu sinni mestu hamingistundinni í þessu húsi. Ég er sérfræðingur í ekki er allt sem sýnist leiknum. Ég bregð mér í allra kvikinda líki. Kjafsök og glóðröga í dag, kveinstafir Jeremí á morgun. Ónæmisþykkildi, ísklumpur fyrir bróður minn, svo hann geti fyrirlítið mig og móður sína á einu og sama brettinu. Ábyrgðarfullur, duglegur og dulur fyrir móður mína, svo hann geti elskað sjálfa sig í mér. Og svo eitthvað allt annað fyrir sjálfa mig. Hvað? Hvað ertu fyrir sjálfa mig? Ég veit það ekki. Eða læst ekki vita það. Eða hvorugt. Jú. Ég er eins og vinstri handaboksari sem læst vera hægri handaboksari og geymir vinstri höndina fyrir rothöggið. En í rauninni á ég mjög bágt. Ég er föðurlaus að því systkini mín tóku föður mig fyrir sig og erðu allt frá honum. Teikna, mála, skrifa, tja. Ég er móðurlaus að því móðir mín vill ekki sjá neitt nema sjálfa sig í mér. Sálin í mér var munaðarlaus þá hún getur líka kynntist þér. Þetta var vel sagt, þú verður að viðkynna það. Munaðarlaus sál með stálnefa. Ég ætla að setja það í ævisöguna. Þú ert mesta ólíkinda tól sem ég hef kynnst. Ég botna ekki tíðir, ekki dauð. Ekki ég heldur, ekki dauð. Ég horfði á því í gegnum stofugluggann áðan. Skoðaði þig. Ég sá þig. Ég var búinn að horfa lengi á þig áður en þú hrökkst upp með andfælum og flýttir að láta sem ekkert væri. Það er svo óbærslega spennandi að horfa á fólk þegar heldur enginn sé nálægt. Og það sem venjulega snýr inn, snýr allt í einu út í andlitinu. Stundum langar mér svo mikið að vita hvað það er að hugsa að ég fæ hungurverk í brjóstið. Ég skal lofa að finnast Míró betri málari en Chagall þó hann sé það ekki. Ég skal lofa að hætta að bora upp í nefið á mér og byrja í staðinn að lesa Tjekhov. Ég skal aldrei pissa auðvitað hjá klósettinu. Ég skal spila Mozart og Bach og fyrir og muna hafa sokkaskipti áður en táfélan kæfir þig. Ég skal gæta þess að káfa ekki á speglinum með lúkonum en læraði þess það spönsku svo ég geti lesið Lorca á frummálinu. Auk þess lofa ég að kreista tangrastúpuna aldrei framar í miðunni og aldrei gefa neinum á kjafting hversu mikið sem ég langar. Allt þetta skal ég gera. Ef þú segir mér hvað þú varst að hugsa. Þú var svo föl og hreyfingarlaus að ég hélt þú væri veik eða dáin, horfin, harmafregn. Ég var ekkert að hugsa. Varstu kannski að hugsa liðna tíð þegar þú varst fín frú og húsið þitt fullt af kokteilboðum og postulínsafræðum? Nei, ég var ekki að hugsa það. Það var eins og ekkert að ég gerðir eitthvað af því sem þú nefndir. Já, í tannkremstúpuna, táfílu sokkana og svo framvegis. Og þér væri líka skalust að fækka ferðum í vetragarðinn til að ná þér í jussu, eins og bróðinn kallar þér. Ég þoli ekki menningarpíkur. Ég verð náttúrulegs nálægt þeim. Ég hef á tilfinningunni að þegar hæststendur farið þær að vitna í Baudelaire að því að þeim finnst svo ómenningarlegt að fá það almennilega. Hvernig líður þér þegar þú vaknar hjá svo kallari jussu eftir nóttina? Dauður, skítugur, tómur, eins og rolluskrokkur sem búið að fara innan í. Tekur mig viku að jafna mig. En þá var komið tími til þess að fara aftur í vetrargarðinn og ná sér í aðra. Og aumingi. Hörður er byrjar að vera með einni. Einni hvernig? Menningarpíku, dóttur Hannesar í glerinu, peningar eins og skítur, pluss og málverk, fínlegar og dulúðugar samræður lífið og listina yfir líkjörsglasi með kögri. Ábyrgðarfullur ótti við atómsprengjuna með aðlaðandi heimsþjáningu í augunum. Stjörnumerkin athuguð, siðsamlega samfæri meðan tjaldið fellur. Þú ert öfundsjúkur undir niðri. Mig langar ekki til þess að verða einhver menningarlegu líkjörseppi á kokteilþóum með vitsmuna flottittinn drjúpand úr snirtilegum kjaftinum. Hans leið liggur ekki gegnum vetragarðana skítinn og kjásökinn. Hann er ekki verri fyrir það. Og það er skáld í honum. Kannski meiri segja gott skáld. Atómsprengju örverpi. Hvað þýðir það? Það þýðir atómsprengju örverpi. Ég skil það ekki. Þú þarft ekkert að skilja það, það er nóg að ég skilja það.
Veistu hvað ég gerði á það? Ég veit aldrei hvað þetta eftir í huga að gera. Þú ert ódreiknarlegur. Það eru kóngulær undir þakskegginu, rétt ofan við gluggana hérna, net við net. Þú spilar fyrir þær á hverjum degi. Beethoven, Bach, Schubert, Schumann, Mozart, Palestrina, Vivaldi. Það eru baðaðar í tónlist og Guðs eigin sólskinni. Vampmiklar gráðugar hlussur. Það var spunnið grindina og raskatinn á sér í 400 milljón ár. Sterkasta efni sem til miðað við þyngd, vefurinn, glitrandi snilld. Meira en öll dýr Salomons, viðbjóðsleg fegurð. Allan að tíma hafa ekki lært nema 20 viðbrögð. Vefa, drepa, tímgast, éta, tja, ekkert annað. Svo í dag sem í gær. Einn og sami dagurinn, dagur grimmdar. Í 400 milljón ár. Enginn dagur blíðu, dagur gleði, dagur vonar. Ég tók hérna helvítis hlussuna og kastaði henni í neti hjá annarri. Hún fær viðbjóð á sér þegar hún lítur framan í sjálfa sig í fésinn á henni, hugsaði ég. Það verður stökkbreyting á tegundinni, alveg ný reynsla, sjálfskoðun. 21. viðbragði verður til. Þeim bregður svo mikið að þær fallast í faðma djöfulsins hlussurnar. Ég var með nefið, alveg við netið til þess að missa ekki af neinu. Mestu tíðindunum í 400 milljón ár. Heimaköngulóin renndi sér að hinni með hraða eldingarinnar. Ég var næri dottinn úr stiganum. Tja! Þráðurinn úr raskatinu, brá honum utanum hana, pakkaði henni inn eins og æfður búðamaður, 400 milljón ára starfsveisla, baggaband, krossband og slaufa og rrrt! Boraði eitur krókonum á kafi í hana. Tekinn af lífi. 10 sentimetra frá augunum á mér. Ég skreittist niður stigann. Hjartað djöflaðist í brjóstinu á mér. Mig langaði til að grenja. Öskrað. En leið var ég heillaður. Djöfulega heillaður. Þetta var lífslostinn sjálfur. Lífssannleikurinn. Mér var illt. Nötrað og skalf af hræðslu. Var ég kannski sjálfur fangið þessara nöktu grimmdar? Fjöllin, sólin, blómin, tónlistin, ekki annað en glitrandi vefurinn í kringum mig. Ég laðist í grasið og fylltist viðbjóði á Beethoven, Bach, Tjekhov, Míra og Sjakal vefnum. Viðbjóði á sjálfum mér og ég hugsaði, það væri svo til að kóróna allt saman ef Guð væri til inn í öllu þessu útspekúleraða grimmdar gumsi. Það leyti sem ég og maðurinn minn skildum var komið í tíska að lifa stutt og lifa vel. Hann var ósvífinn og ungur í framkomu. Afar lík í tísku. Gekk með hattinn aftur á hnakka og frakkann flakandi frá sér í rétt. Akkúrat maður til að elska í blindni. Hann eignaðist barn með annarri konu og ég hataði hana svo mikið fyrir að geta átt barn að ég var veik. Hatriði bjó sig í líkama mínum eins og risastór veira. Einn daginn kom ég að kirkjudyrum þar sem gömul manneskja var að koma út á eftir kistu. Ég fór inn í kirkjuna til þess að biðja Guð að drepa barnið í konunni. Mér fannst hann þyrfti ekki að víla það fyrir sér, úr því hann drap Egyptana forn. Ég komst aldrei til að biðja þá bæn. Ég bara grét. Næsta sem ég man að ég vaknaði á sjúkrahúsi og hatrið var farið. Rétt eins og hefði verið gerð á mér aðgerð og numið burt æxli. Misskildu mig ekki. Ég efast ég trú á Guð og það er kannski fátt sem ég þykir vænt um. En það er til annar lífssannleikur en sannleikur köngulóarinnar. Hver er hann? Þetta er land, þar er hvítt fjall. Undarlegir lækir líða niður hlíðarnar á þessu hvíta fjalli. Þeir eru búnir til úr sannleika. Fjallið er líka búið til úr sannleika. Og það er yndislegt fjall. Já. Land sem ekki er til, fjall sem ekki er til, sannleikur geðveikinnar. Land sem er til í hverjum manni. Fjall sem er til í hverjum manni. Og sannleiksfuglinn syngur.
Hann er bara verið að búinn að mála. Jæja. Sé þig. Ég sá Gunnar tilsýndar í morgun. Hans ferðir koma mér ekki við. Mér þætti verra ef hann kæmi hingað. Hvers vegna áttu von á því að hann komi? Hann gæti komið, ekki síst að hann væri drukkinn. Og hann er með lykil. Það eru 6 vikur síðan hann fór. Hann hlýtur ofta að hafa verið fullur á þeim tíma, ef ekki allan tíman. Og hann hefur ekki komið. Þú vilt kannski að hann kom aftur? Hvers vegna finnst þér ég svona lítilsyld? Mér finnst þú ekki lítilsyld. Svona óheflaður maður hefði auðvitað aldrei höfðað til þín. Upplýst kona með hvítar og mjúkar hendur og hefði farið öll heimsins lönd. En hann höfðaði til mín. Mér þótti meira að segja vænt hann. Trúði meira á kostans en galla. Auk þess er ég kona, á holdi og blóði. Hefur þú einhver tíma verið það? Já. Hann er ekki óupplýst eins og ég. Ég hlusta ekki á tónlist. Er hætt að lesa bækur. Og ég er löngu búin að fá mig fullsatt af gáfulegu tali. Mér býður við því. En ég læt samt ekki gera mig að aumingja. Þess vegna kemur hann ekki aftur hingað þótt hann vildi. Ég ætlaði að bjarga þessum manni. Það mistókst. Ef einhverjum finnst það fyrirlítlegt, verður að hafa það. Ég vissi að Hörður myndi snúast gegn mér vegna hans. En ég vissi ekki að Reynir myndi gera það líka. Og ég verð að játa að mér finnst það sárt. Hann hefur ekki snúist gegn þér vegna Gunnars. Hvers vegna þá? Hann er ungur og í erfiðleikum með sjálfan sig. Hann á ekki í erfiðleikum með sjálfan sig. Það er engin miklun til í honum. Það er í öldu og herði, ekki í honum. Það hafa aldrei verið neinir erfiðleikar með hann. Og verða aldrei. Lokaðu hurðinni. Kristall, handskorinn frá Tékkóslóvakíu, ekta kristall. Hvar hefurðu verið? Þetta er glasið hennar Dóru. Hún er full af málverkum, skúlptúrum, vinskápum og bókum, eintóm fegurð. Og hún er fegurst þess alls. Og það hljómar allt fallega sem hún segir, eins og úr kristallsglasi. Tómu. Hún segir að ég yrki eins vel og Steinn Steinar. Betur. Það er hennar heimska. En það er gott að hlusta á hann að segja það. Smakkað á kristallum hennar Dóru. Nei, takk. Ef móðir mín drykki af svona kristallsglasi, myndi aldrei framar hljóma í því. Kristall þolir ekki pleppa. Áttu svona kristall, Guðný mín? Ekki lengur. Nei. Þú ert ekki rík lengur. Dóra er rík. Henni finnst flott að elska svona fátæklingi svo mig. Frumlegt. Hún las ljóðin mín fyrir pappa sinn. Hann er svo ríkur að hann átti til með að segja að ég yrði stór skáld. Örugglega þjóðskáld. Svo las hann nokkur ljóð eftir sjálfan sig og varð eins og dísa í dalakofanum í framan. Ég hefði getað kyrkt hann, en ég lét að vera vegna Dóru. Ég elska hana, skilurðu. Skilurðu það? Já, ég skil það. Skilur þú það? Ég þekki enga Dóru. Ég er búinn að segja henni allt mig. Það lítur að hafa verið falleg saga. Nei, það var ljót saga. En ég sagði hana fallega því ég er skáld. Skáld eru til þess að segja ljótar sögur fallega. Og þú hefði bara átt að vita hvað það var fallegt þegar hún leitt okkur pappa sinn inn í stofuna þeirra. Og ég var svo lukkulegur yfir að fá að vera undir öllum þessum
gylltu römmum að mér fannst ég loksins eiga heima á jörðinni. Samt var eins og ég fyndi einhverja einkennilega lykt. Jarðarfara lykt. Líkt og ég var að ganga inn kirkjugól til þess að vera við jarðarför. Mína eigin jarðarför kannski. Þegar var hrækt á ljóðin mín. Viltu ekki fara inn til þín og reyna að sofna? Hvers vegna elskarðu mig ekki, mamma? Ætlaðu nú að fara að byrja á þessu einu sinni enn. Hvers vegna elskarðu bara eitt af börnunum þínum? Ég hef aldrei gert upp á milli ykkar. Nei, það er satt. Við fengum öll jafnmarga sokka, öll jafnljót föt, jafnmargar skeiðar af sama hafragrautnum. En það var ekki nema eitt okkar sem fekk ástina. Og amaban fór, einfrumungurinn, skorpdýrið, slepjaðist burt og skildi þig eftir í skorpinn af ykkur. Farðu inn til þín! Hann kyssti mig! Hann sagði ég var eins og kvenmaður og rak helvítist tungun og mig kvoka mér. Þú lýgur þessu. Þetta var þér að kenna. Þú komst með hann hingað. Ég finn ennþá slepjun úr kjaftinum á honum. Ég margskolaði með munnin djöfulsins óþverinn, sagði ég var í kvenmaður. Dóra veit að ég er ekki kvenmaður. Spurð hana helvítið. Þú ert að ljúga. Þú ímyndar þér þetta. Þú ímyndar þér þetta. Djöfulsins tunga mér alltaf upp í mér. Ég myndi ekki losna við hann og þó ég þvægi munnin á mér upp úr vítisóta. Það getur ekki verið. Það er ómögulegt. Ég hef ekki getað sagt neinum frá þessu. Ekki einu sinni Dóru. Ég var með henni í fyrsta sinn það kvöld. Varð að gera það. Elsku drengurinn minn. Ég vildi að þetta hefði ekki gerst. Slepptu mér, snertu mig ekki, þú ert öll útbíuð af honum. Ég get aldrei fyrirgefið mér að þetta skildi koma fyrir. Þú heldur ekki að gera það. Þú hefur ekki leyfi til þess að fyrirgefa þér það. Hún var nú stödd hjá tré sem var fegurst allra trjáa. Það var eins og huggun sem sagði að enn væri til fegurð þrátt fyrir allt. Og hún gaf sig á tal við lífið. Þú hefur gefið mér margt og sagt mér hvers virði allt er. En eitt met ég mest. Lífið langaði þá til þess að vita hvað af þess miklu auðæfum væri dýrast. Fagra líf, sagði hún, ef mér væri ekki gefinn skilningur, væri ég eins mikil þögn og dauðinn. Það er hún, ekki ég, hún er skáldið. Hún er bullandi geðveik en romsar upp úr sér skáldskapnum. Opnar bara þínu munnin og svo kemur það. Það er greinilega best að vera brjálaður. Og þegar sólin heyrði hann syngja, langaði hann aftur til að skína. Byrjar hún aftur. Ég hata þetta, ég hata hvernig þetta rennur upp úr hún eins og ekkert sé, ég hata það. Nei, ég ætlaði ekki að segja þetta. Mér þykir vænt hana, mér verður að þykja vænt hana. Mér hefur alltaf þótt vænt hana. Ég lagði mig allan í þessi ljóð, hefurðu hennar ljóð, voru vitlausir í þau, ekkert eftir mig, ekki eitt einasta ljóð. Þeir töluðu við mig eins og ég væri ekki skáld. Þú ert skáld, ég viss það. Ég veit ég er skáld, þú þarft ekki að segja mér það, allra síst þú. Ég held þú ættir ekki að bæta á þig. Ég veit ég er skáld, það er mitt hlutverk í lífinu. Það er eins og ég hef gert samning við lífið áður en ég kom á jörðina og ég uppfylla með því að skrifa. Og þegar ég horfa á fólk fyllist ég óhugnaði. Það er eins og ekkert erindi í lífið, ekkert hlutverk og sé alveg sama. Andar bara, dundar sér eitthvað, eltir óski sína, hlær pínulítið, grætur, eignast börn og dettur svo niður dautt. Þú ert eins og pabbi þinn. Hann hafði hlutverk. Þú hataðir hann. Hvað varstu gamall þegar hann dó? Hvað kemur það málinu við? Þú varst 7 ára og hún 11 og þið vitið allt um hann.
Þú veist allt hann og mig. Þú reyndir að drepa hann í Öldu og mér. Hún fekk ekki frið til þess að hugsa fyrir þér. Mátti ekki einu sinni vera annars hugar. Sendir hana til þess að passa börn fyrir hinar og þessar kettlingar þegar hún vildi vera innanteikna. Ég var að reyna að bjarga henni. Eyðileggja hana og þú hataðir hann svo mikið að þú varst ekki einu sinni við jarðarförin hans. Já, ég hataði hann. En ég hafði elskað hann lengi, áður. Allt of lengi, botlaust. Það fór allt mitt í hann, sál og líkami. Ég vann og stritaði til að reyna að hlífa honum. Bjargunum frá berklunum, leif honum að mála. Þegiðu, Stein, þegiðu. Nú er það ég sem tala. Ég hef þagað í 15 ár, 15 löng ár. Leyft hér að svívirða mig. Stein, þegiðu! Hann talaði við hana eins og hún væri guðleg opinberun. Bjó til handinni drauma heim til að lifa í. Hún var ofur viðkvæm. Það var eins og sakleysið gæti ekki elst af henni, alltaf að særast. Ég gat aldrei sagt neitt hann. Allra síst eftir að hann var dáinn. Þorði það ekki. Ég hélt hún ætlaði að missa vitið þegar hann dó, þá þegar 11 ára gömul. Hún var í henni frá fæðingu, geðveikinni. Ég sá hana í augunum á henni strax í vöggu. Ég hlusta ekki á þetta. Jú, þú hlustar. Hann sveik mig. Hann sveik okkur öll. En mest af öllu sveik hann hana, dóttur sína, sem hann hafði náð svo miklum tökum á að hún heyrði og sá ekkert nema hann. Hann kom og sagðist hafa kynnst enskri stúlku og ætlaði að fara með henni til Englands. Vildi vera frjáls. Ég stóð á gólfinu í ísköldu húsinu og hafði varla að borða handa ykkur og hann vildi losna við okkur öll til að geta farið með enskri stúlku og haldið áfram að mála myndir sem enginn vildi sjá. Það getur ekki. En hann fór ekki. Varð fársjúkur og kom heim og eyðilagði myndirnar sínar og dó hjá stúlkunni. Það var hans útland. Þessi enska stúlka auglýsti jarðarförin hans sem unnusta síns. Þess vegna var ég ekki við jarðarförina. Hann sagði henni aldrei að hann ætti konu og 3 börn. Ekki heldur að hann væri berglaveikur. Þú lýgur þessu. Flettu upp dánarauglýsingunni í Mogganum á Landsbókasafninu. Þá sérðu hver auglýsti jarðarförina. Það skipti ekkert máli fyrir hann nema eigin snild við að mála myndir sem enginn vildi sjá. Ég skil hann. Ég skil hann betur en nokkru sinni fyrr. Já, þú skilur hann. Þú ert eins og hann. Það vill enginn sjá ljóðin þín. Ekki fremur en nokkur vildi sjá myndirnar hans. Djöfulsins kvikindi þitt. Sláðu. Var einhver hasar? Meðal annar orða. Það er víst smásaga eftir mig í tímariti Máls og menningar, er mér sagt. En það gæti þá eins verið að hún væri eftir einhvern annan. Til dæmis alnafna minn. Skils mér. Þetta er mjög einkennilegt. Ég þarf að athuga þetta nánar. Hvað á þessi fíflagangur? Það er sól úti. Sólin skín. Jæja, það var það búið. Þetta var svo síðasti. Ég ætla að setja ný gluggatjald fyrir alla gluggana. Og ég keypti mér efni í sumarkjól. Það eru mörg ár síðan ég hef átt sumarkjól. Ég vil að þú flytir niður leið og Hörður fluttur, strax í kvöld. Ég vil að þú sért hérna niðri, hjá mér og Öldu. Ég vil að þú upplifir þegar henni batnar.
er að segja að hún væri krónísk, ólæknandi. En allt í einu er henni að batna. Það er kraftaverk. Ekkert annað en kraftaverk. En ef henni batnar nú ekki? Henni batnar. Þú heyrðir sjálfur hvað hún sagði í fyrradag. Sól, sagði hún. Sólskin úti. Allt í einu tók hún eftir umhverfinu. Og hún hefur ekki fengið kast í meira en mánuð. Hætt að syngja á næturnar. Hún sefur. Það yrði óendanlega djúp og mikil hamingja ef henni batnaði. Ósegjanleg hamingja. Það myndi gjörbreyta lífi mínu. Lífi okkar. Já. Herðu. Ertu ekki lengi? Bara orðin gangandi tískublað. Og ekki lengra sín í fyrradag að þú varst einn af oss. Nýjar nærbuxur kannski líka. Hvernig eru þeir á lit? Ég kom til þess að sækja handriti mín. Sækja bækurnar seinna. Fötin skapa manninn, sagði Sókrates. Ég er að fara með það út í tunnu. Henni er að batna. Er henni að batna? Harla líkur á að henni sé að batna. Guðný fór í göngu með hana. Ég kem að heimsækja hana. Tvisvar á 3 árum kannski. Nú mann ég það. Þetta er Rock Hudson frakki. Ekta Rock Hudson frakki. Djöfullinn er það að gera, strákar. Ég skal sjá til þess að Alda fari héðan leið og henni er batnað. Og fari hvert? Til Hannesar í glerinu. Hún fer ekki til þín, Dóruðinnar Hannesar í glerinu eða neitt annað. Hún verður hjá mér. Þú gerir hana geðveik aftur. Ég var að reyna að heilsa Dóru.
Hún vildi ekki sjá mig, lok og læs og allt í stáli. Hún eitthvað taugaveikluð? Varst að hræða hana skítakliðin? Það satt að tengdapabbi sé búinn að útvega þér vinnu á mokkanum? Þú fær flottan ritdóm þegar bókin kemur út. Íhaldsskáldin skrifa svo vel hvert annað. Hvert djöfulinn ert að gefa í skinn? Öll í sleik. Skáldið A sleikir skáldið B. B sleikir A í staðinn. C sleikir A og B. B sleikir AC, A sleikir BC, A, B, C, D, E, F, G, H. H fyrir Hörður og hann sleikir allt heila helvíti skillið. Ég vildi gæti barið þér, kyrkt þig! Hvernig með ljóðabókina þína? Fer hún ekki að koma út? Það kemur engin bók út eftir mig, en var hafnað. Hvað segirðu? Var henni hafnað? Höfður ekki vit á snilldinni? En hún kemur seinna. Skal koma seinna. Svo við höldum áfram það sem frá var horfið í fyrradag úr því að við erum farin að spjalla skáldskap á annað borð. Ég er búinn að komast að því að þessi saga í tímariti Máls og menningar sem ég minntist á við ykkur ekki eftir alnafna minn. Hún eftir mig sjálfan. Það kom mér að vísu ekki alveg á óvart úr því að ég afhenti þeim hana sjálfur. Sjáðu. Þú líka. Lestu þetta. Svo þú uppgötir að ég, undirritaður, eftirmyndin þín, þitt hold og blóð í karlmannslíki, ekkert af því sem þú hefur trúað, vonað, óskað, viljað, þráð, heldur þvert á móti. Skil ekki, er þessi saga til því? Já, mig. Skáldskapurinn hefur milljón andlit, eitt af þeim svona, ég. Það getur ekki verið. Jú, það bæði getur verið og Komdu því inn í hausinn á þér. Ónæmi stykkildi, ég skal skrifa því í kaf. Drekka þér í slummi, slappi, jössuveiðum og kjafsökum. Ég skal malla og kokka í skít og fríðu og fegurð. Og ef Guð einhvers staðar í feluleik í öllu þessu dásamlega hræðilega gumsi, þá finn ég hann. Því ég elska að vera til, botnlaust, brjálæðislega, allt heila helvítis draslið. Og hata ekkert nema tómleika trúboðið, andlegt inntak þitt, þessa sjálfstýrkun, þessa andlegu bæklun, þetta dulargerfi sjálfsvorkun seminar, atómsprengjur ungið þar með. Ég vissi það. Ég viss hún hafði ruglað þig. Allar þessar bækur og plötur. Þú vissir það ekki. Þú veist ekkert, ekki fremur en hann. Þið vitið ekki að nú stend ég fyrir framan ykkur, ég sjálfur. Frá Hvirfli til Ylja í fyrsta sinn í þessu. Ég hef beðið eftir þessari stund. Kjamsaláinni, hún komin. Hamingjustundin, hendarstundin. Sælgæti, sígardur og vindlar, allt í einu og sama kjamsinu. Ætlar ekki að óska mig til hamingju? Þú hefur sjálfur ekki fengið neitt byrt. Ég þarf ekki að óska til hamingju með neitt. Ein saga ekki neitt. Það alltaf eitthvað skítulélegt í þessu riti. Alþýðu dekustúsur, kommaþrugl. Til hvers ert að þessu? Til hvers? Af því að hann litli bróðir. Vöðvagnýttið með mannmáttarkennd, að reyna að vera listræn, líkjast bróður sínum og systur. Hlægilegt, brjóstumkennarlegt. Ég þekki öll helstu skáldin í bænum, tala við þau. Þau þekka mig, hafa mikið álit á mér, vita að ég skáld. Á allur bærin eftir að hlæja þér. Vita að þú ert að rembast við að vera skáld eins og eldri bróður þinn. Bjúkkin að flauta. Bjúkka lífið býður, flýttu þér. Dóraðu þér. Flýttu þér að skríða niður vélinda á íhaldinu og láttu það éta þig, melta þig og skýta þér við fyrstu ferð. Það sama hvað þú rembist, ég 2 árum eldri en þú og verð alltaf 2 árum á undan þér. Í skáldskap 200 árum. Ég á eftir að skrifa þig í kaf! Ég fer til Hornafjarðar ekki á morgun heldur hinn. Ég ætla
Það verða rétt sumar og skrifa. Í sumarbústaðnum hennar Guðnýjar auðvitað. Já. Hún hefur hjálpað þér til þess að fara á bak við mig. Hún vissi ekkert að ég var að skrifa fyrir en ég sagði henni það í gærkvöldi. Í Guðs bænum, gerðu þetta ekki, Reynir. Þú eyðileggur þig. Skilurðu það ekki? Ég þekki listamenn. Þú ert ekki þannig. Þú líkist ekki pabba þínum vitundar ögn. Þú ert allir í mína ætt. Drengurinn minn, þú ert mitt barn. Þau eru eins og hann, ekki þú. Þú eyðileggur þig. Skilurðu það? Þú ferð með þig á þessu. Ég spjara mig. Ég hef alltaf gert það eins og þú veist. Kannski býður einhver við garðsliðið með rakfélablaði í vasanum til að skera mig, þú manst. Engin undan komi leið, dyrnar læstar, engin elsku mamma. Ég stend á eigin fótum. Og ég gefst aldrei upp. Var það ekki það sem hún vildi kenna mér? Reynir! Það er þú. Þú hefur leitt hann út í þetta. Ruglað hann með tónlist og bókum, gáfulegu tali. Þú hefur tekið völdin yfir honum og Öldu, gert þig ómissandi. Sogið þig fasta á okkur eins og kolkrabb. Út með þig! Þú ert búinn að eyðileggja hann, ná honum frá mér, drengnum mínum. Já, ekkert eftir, ekkert. Allt farið. Ég verð að fá að Ekki tala við- orð! Út með þig! Þarna eru dyrnar. Við förum hérna við fyrsta tækifæri. Hvað viltu? Hvern djöfulinn viltu? Alda er ófrísk. Við erum að koma beint frá lækninum mínum. Það er engin vafi. Þú er ekkert sofið. Ég hef aldrei sagt neinum það. Ekki einu sinni læknum. Hún var 15 ára. Ég var að skúra hjá fólki. Búin að skúra allan daginn. Ótal stiga og ganga. Stóð yfir skúringa fötunni. Látlaust. Þá kom hún. Með hendur fyrir aftan bak. Brosti. Brosti. Alveg eins og pabbi hennar. Og allt í einu rétt hún mér rauða rós. Hafði safnað fyrir henni. Rós. Og við höfðum varla að borða. Alveg eins og pabbi hennar hefði getað gert. Svo lík honum að mér féllust hendur.
Ég sló hann utan undir. Þegar ég kom heim, var hún orðin veik. Þannig byrjaði það. Það getur ekki að byrja þannig. Ég gerði hana geðveika. Ég reyndi að ljúga mig frá því. Ég er sú seka. Og ég held áfram að gera nýlt. Viðbjóðurinn úr honum vex inn í henni. Það verður tekið. Ég þráði mann, almennilegan mann, og djöfullinn sá sér færi og sendi mér hann. Sendi mér sjálfan sig. Þú mátt ekki tala svona. Þú ert vann að segja það sama aftur og aftur. Ég lét sem ég ætlaði að reisa hann við. Bjargonum. Þú ert búinn að segja þetta mörgum sinnum. Það var lygi. Allt lygi. Það var losti. Djöfulegu losti. Ég leit framan í mig í speglinum. Sá hvað ég var orðin gömul, hraukótt og ljót. Hann gat gert allt við mig. Viðbjóðslegu losti. Svo tók hann barnið mitt. Sjúklingin. Það ætti að banna að svona menn yrðu til. Útrýma þeim! Og hringi í lækni. Segja honum þú komið til hans. Þú verður að tala við hann. Já. Þú treystið til þess. Hvers? Að fara til hans. Já. Ég hringi þá í hann. Mamma. Mamma mín. Já, ástin mín. Ég er hérna. Segðu það aftur. Talaðu meira. Segðu mamma. Þér er að batna. Nú er þér að batna. Rigning. Já, það er rigning, elskan mín. En bráðum skín sólin. Sólin skín aftur. Guð minn góður. Það er þess vegna.
Þess vegna er það. Læknirinn veit Hvenær fer Reynir? Á morgun klukkan 6. Viltu vera svo góð að biðja hann að koma til mín klukkan 3 á morgun, stundvíslega. Mér langar líka að biðja þig að hringja fyrir mig í Hörð og segja honum að koma á sama tíma. Það er betra að þú hringir í hann heldur en ég. Ég ætla að segja þeim að systir þeirra sé ófrísk og muni eignast barn. Ertu að tapa þér? Veistu hvað þú ert að segja? Þetta er barnið hans, það getur orðið lifandi eftirmyndan. Sérðu ekki að þetta er það eina sem hægt er að gera? Þeir segja að hún sé krónísk. Það þurfi kraftaverk til að hún læknist. Allt í einu fer henni að batna. Skilur þið ekki af hverju það er? Kraftaverkið er að gerast í henni, það vex inn í henni. Við tölum ekki að lækna. Spyrjum hvort þetta getur verið rétt. Ég þarf ekki að tala við lækna. Ég veit þetta. Ég finn það. Já, ber þetta ekki. Það er sárt. Og hræðilegt. Ef fóstrið yrði tekið og hún fjalli aftur í sama farið, gæti ég ekki lifað. Það verður að vera svona. Skilurðu það ekki? Ég skil það. Ég skil það. Ég ætla að biðja þig að lána mér það sem þú hefur skrifað eftir henni. Ég ætla að lesa það. Þú færð það. Ég afritaði það handa mér. Í fyrramálið förum við að leiði föður hennar og setjum blóm á það. Ég hef aldrei komið að því. Má ég koma með ykkur? Já. Þakka þér fyrir. Áður en þið komið hingað í húsi til mín var ég svo ein að ég var meira að segja hætt að vera einmann. Nú gæti ég ekki mist ykkur. Leyfðu mér að hjálpa ykkur. Þú mátt ekki taka af mér ráðin. Ég skal ekki gera það. Við gerum þig að langum. Er sagan hans Reynis góð? Ég veit það ekki. Það er eitthvað í henni. Ég vona að Hörður fái ljóðin sín útgefin. Annars veit ég ekki hvernig fer fyrir honum. Það er best ég reyna að tala við hann. Ég keypti mér efni í sumarkjól. Ég ætla að byrja að sníða hann. Það eru mörg ár síðan ég hef eignast sumarkjól.
Ástralían mín. Hinn eina sanna Madonna. Ég horfði á þig ganga í sumrinu. Varð að koma til þín. Syngdu. Segðu eitthvað fallegt. Þú talar svo fallega. Og svo undarlega eins og úr öðrum heimi. Mig verkjar í brjósti þegar þú talar. Þar spretta laukar og galagaukar. Þar er dagur gleði, dagur blíðu og dagur vonar. Mamma. Mamma mín. Já, ástin mín. Mamma mín. Já, ástin mín. Hvaða dagur er í dag? Hvaða dagur er?